Þá komum við að síðasta liða dagskrá, stefnumótun og framtíðarsýn. Ég ætla að biðja varaforstjórann að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við höfum verið að taka til umræðu á síðustu bæjarstjórnarfundum nokkrar af þeim stefnum sem samþykktar hafa verið fyrir bæinn. Og eftir þær umræður hefur mér sýnst og við verið nokkuð sammála að það væri ágætt að reyna að skoða þær í stærra samhengi og uppfæra nokkrar þeirra allavega. Og nú þegar Sameinuðu þjóðirnar hafa sett fram heimsmarkmið sem fallaði miklu leyti vel að því sem við höfum verið að setja fram á síðustu árum, þá tel ég og við í meirihlutanum að minnsta kosti að við ættum að horfa til þeirra og máta okkur við þeirra markmið. En heimsmarkmiðin eins og segir á síðu stjórnarráðs með leyfi forseta framkvæmda áætlun í þágu mannkynsins, jarðarinnar og hagsældar. Með henni einnig leitast við að stuðla að friðum gjörvallan heim og þar með auknu frelsi. Ljóst að útrými fátæktar í öllu sínum myndum og umfangi að meðtalinni sárafátækt stærsta verkefni á heimsvísu og ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir sjálfbærri þróun. Öll lönd og allir haghafar munu í gegnum samstarfsverkefni hrinda þessari áætlun í framkvæmd. Við ásetjum okkur að losa mannkynið undan ánauð fátæktar og að græða á jörðina og auka öryggi hennar. Við einsetjum okkur að stíga afgerandi skref til breytingar sem nauðsynlegar í því skyni að koma veröldinni á braut sjálfbærni og auka viðnámsþol hennar. Þau sjá 17 markmið sjálfbæra þróunar og 169 undirmarkmið sem sett eru fram í þessu skjali vitna umfang þessara nýju altæku og metnaðarfullu áætlunar. Tilvitnun lýkur. Þarna gætum við verið við í okkar markmiðum og framkvæmda áætlun kannski verið að horfa til þessara stóru yfirmarkmiða. Og þá til ég að væri upprétt að byrja að horfa til forgangsverkmiða í markmiða ríkisstjórnarinnar og svo að sjálfsögðu þeirra verkefni sem við höfum skuldbundið okkar í með því að með innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. En ég ætla svo sem ekkert að lengja mál mitt hér, heldur að leggja fram tillögu og eftirfarandi tillögu til umræðu þá og vonandi samþykktar. Bæjarstjórn samþykkir að fara í vinnu við að samræma og uppfæra stefnu bæjarins með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi og felur bæjarstjóra ásamt forseta bæjarstjórnar að skipuleggja vinnuna. Takk. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Hafa orðið laust. Það sem enginn hefur hvað sér hljóðs til máls tekur bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Ég finnst þetta bara góð tillaga og ég mun taka undir hana og hef séð að önnur sveitarfélög eru sum hver að gera slíkt hið sama sem ég tel bara gott mál og sé að sambandi hefur líka verið að setja sig inn í hvernig hægt að haga þessari vinnu sem að mun örugglega hjálpa okkur líka. En fyrst við erum að tala almennt stefnu bæjarins þá langaði mig bara aðeins að koma upp í svona almennari umræður hvernig við erum að vinna stefnur bæjarins. Því að ég held að, og við hefum kannski komið inn á sum hver áður, að við getum sinnt þeim málum betur og sum sveitarfélög hafa jafnframt sett sér svona vinnulag við gerð stefna hjá sveitarfélögum. Og Reykjavíkurborg hefur til dæmis gert mjög ítarlegt plagg sem að þá nefndir og kjörnir fulltrúar geta stuðst við þegar verið að vinna stefnur. Og stefnubæjarins hjá okkur eru mjög mismunandi og misvel gerðar. Í mörgum þeim að koma ekki einu sinni fram mælikvarðar eða mælanleg markmið sem að kannski flestir í dag telja mjög mikilvægan þátt í gerð stefna. Þannig að ég finnst við ættum að horfa til þess að vera með svona plagg. Ég meina við erum á 4 ára fresti að koma nýtt fólk inn og að fara í vinnu. Sumir hverjir hafa ekki tekið þátt í stefnum gerð áður og því held ég bara mjög gott að hafa eitthvað til að miða við. Ég líka pínu hugsi, við erum mjög mismunandi hvernig við erum að setja hópa saman þegar við erum að mynda stefnur. Ég var pínu hugsi eftir að
ég sá þetta við til umræðu og fór svona að skoða hvernig við erum að gera þetta. Við erum til dæmis með hópamyndastefnu sem bara einungis samansettur af starfsfólki og ég pínu hugsaði því ekki það ég treysti þessu fólki ekki fyrir verkefni. En við erum hér kjörin til þess að mynda stefnur fyrir sveitafélagið. Því finnst mér mikilvægt að pólitíski fulltrúar komi vel að þessari vinnu, ekki einungis til að fara yfir það sem starfsmenn hafa lagt til. Heldur, og mín upplifun líka stundum svo að sko, starfsmönnum finnst þeir þurfa meiri upplýsingar frá pólitíkinni til þess að koma sér á stað í verkefni. Þannig að ég legg til að við munum aðeins horfa til þess að breyta vinnulæginu og líka, eins og ég segi, að hafa eitthvað til þess að miða við gerð stefna, hvað það eigi að innihalda og ég tel gríðarlega mikilvægt að í framhaldi af stefnu gerð sé gerð aðgerðar áætlun til þess að fylgja þessum stefnum eftir því að ef það er ekki gert er mjög líklegt að þetta verði skúffuplagg. Ég held að sé allavega mikil hætta á því. Því finnst mér mikilvægt að alltaf sé gerð aðgerðaáætlun og árlega sé hún tekin upp og sérstaklega þá kannski þegar við erum þegar við erum að fara í fjárhagsáætlun og starfsáætlunagerð að við séum þá með þessar aðgerðaáætlanir í huga og líka það að við séum alltaf að passa við sem að fylgja þeim stefnum sem við höfum sett. Ég er ekki einu sinni viss að allir viti nákvæmlega hvaða stefnur bærin er með. Ég vissi til dæmis ekki að það væri byggingarlista stefna bæjarins. Það er kannski að því ég er ekki í þeirri nefnd sem ég vissi það ekki. En ég man ekki hvort við séum með 15 stefnur hjá bænum, 19 stefnur. Við höfum líka aðeins rætt það. Rættum það til dæmis innan Akureyrarstofu á síðasta fundi. Nú erum við nýlega búin að samþykkja upplýsingastefnu og í henni kemur fram að hún eigi að vera svona yfirstefna fyrir nokkrar aðrar stefnur. Ég pínu hugsi hvort að við höfum verið að fara ranga leið með því, hvort að upplýsingastefnan hafi átt að innifela í sér stefnu, vefstefnu til dæmis og samfélagsmiðlastefnuna, hugsanlega persónuverndarstefnu og síðan í framhaldi af því yrði bara gerðar sem sagt verklagsreglur sem að væri þá hægt að nota til þess að styðjast við þessar stefnur. Já, ég held ég láti þetta duga í bauði en með heimsmarkmiðin ég held að það sé bara mjög góð tillaga og ég mun samþykkja það. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir í loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég fagna þessu verkefni. Það er auðvitað hægt að gantast með það hvort við eigum að fara að gera stefnu stefnur en það er nú kannski bara alls ekkit óvíst að það sé nú hreinlega bara gáfulegt eða að minnstakosti verklagsreglur. Ég vildi nefna það aðeins í kjölfar þess sem að bæjarfulltrúi Eva Hrund var að ræða að þá var það einmitt það sem við ræddum á síðasta stjórnarfundi og ákváðum var einmitt að ræða það að sameina frekar heldur en að hafa margar stefnur að þá myndum við kanna þann flöt að sameina frekar í eina og þá með aðgerðum frekar heldur en að hafa þarna undir 3 stefnur enda algjör óþarfi og það er ekki endilega til neins að hafa of margar og það er eitthvað sem við munum vinna eftir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir í loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara aðeins til þess að fá nánari skýringu á þessari tillögu sem ég hef sjálf sér ekkert á móti. Eins og bæjarfulltrúi Eva kom inn á og reyndar bæjarfulltrúi Hilda Jana líka, þá erum við náttúrulega með alveg gríðarlega margar stefnur, við erum með gríðarlega mikið af reglum og samþykktum alls konar hlut og alls konar mál. Reglur og samþykktir í sjálfu sér sko bara vinnuplögg fyrir starfsmenn líka og við erum bara átt okkur á því. En stefnurnar eru að minnstakosti 19 sem ég fann á heimasíðunni. Ef ég tel barnasáttmála með,
Og það sem ég var bara aðeins að velta fyrir mér þá með þessari samþykkt verið að ákveða það að nota heimsmarkmiðin sem svona kjarna og heimfæra stefnirnar einhvern veginn inn í það og reyna að fækka þeim. Er það tillagan? Mjög góð spurning. Mjög góð spurning. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu og næst einhvern máls byrði varaforseta að taka við stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir umræðunar og ég hafði eins og bæjarfulltrúi bæði Hilda hérna kom inn og Eva Sund að skoða hjá öðru sveitafélögum og hvernig aðrir hafa verið að gera þetta og einmitt margir verið að nota heimsmarkmiðin og svona máta sig við þau og sína stefnur og hugmyndin, þó að hún sé náttúrulega ekki fullt móti og þess vegna ætla ég bara að rauna að hefja vinnuna. Þannig að við getum öll tekið þátt í henni en hugmyndin var kannski, einmitt að horfa til heimsmarkmiðina. Þar eru tímasett markmið, þar svona aðgerðaráætlun sem bara svona fyrir heiminn allan, auðvitað við þurfum að svo tekur ríkisstjórnin og horfið til landsins og svo önnur markmið sem eru sérstaklega fyrir sveitafélög til að huga að. Og við getum, þið getið til dæmis fannst mér ágætlega gert hjá Kópavogsbæ þar sem verið búið að taka svona sama þau sem þau ætluðu að horfa til. Við erum með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, við erum búin að innleiða eða erum í því innleiðingarferli, þannig að við þurfum væntanlega að horfa til þess eða að sjálfsögðu og svo bara að vera með aðgerðaáætlun. Það sem við höfum verið að horfa á núna síðustu kannski fundi þegar við höfum verið að taka svona eina stefnu fyrir að þær eru einmitt mismunandi unnar og það ekki aðgerðaáætlun með sumum eða tímasett markmið eða nýtt. Þannig að þarna sá ég bara þegar við erum öll komin á einhvern vinnufund og þá geta náttúrulega allir bara lagt sitt til. Þannig að ég ætla ekki að vera með neitt mjög stífmótaðar hugmyndir hvernig við sæjum þetta fyrir okkur. Heldur að það væri horft til heimsmarkmiðanna. Þannig að fara að stað einhver vinna hjá mjög breiðum hópi og mörgum löndum, sveitafélögum og svo framvegis og bara upplagt að vera þáttakandi í því og vera ekki að finna upp hjólið og ég held einmitt að við getum horft til Reykjavíkurborgar þar sem að við getum bara kannski tekið upp, það þarf ekki að fara í þá vinna og búa til vinnureglur. Ef það er að henda okkur þá getum við bara tekið það upp. Þannig að það eitt og annað sem við getum nýtt okkur frá öðrum sveitafélögum og svo við náttúrulega ýmislegt gott sem við höfum hérna í okkar gömlu eða í þeim stefnum sem eru samþykktar. Þannig að þetta verður bara komið í ljós í vinnunni. En tillagan bara þessi að við hefjum vinnuna, það að segja bæjarstjórn og þannig komum við þá kjörnir fulltrúar að þeirri vinnu. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu færi en aftur stjórnfundarins. Takk fyrir það og orðið laust. Það sem fleiri hafa ekki hvert sér hljós, þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefa merki. Það eru 11, takk fyrir það. Og þá dagskráin tæmd. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram hér til kynningar. Það eru afgreiðslufundur byggingafulltrúa 11., 17. og 27. apríl, bæjarráð 2. maí, fræðsluráð 12. apríl, kjarasamninganefnd 27. apríl, skipulagsráð 24. apríl, stjórn Akureyrarstofu 16. apríl og 2. maí, umhverfis- og mannvirkjaráð 12. apríl, velferðarráð 24. apríl og þessar fundagerðir má allar finna á heimasíðu Akureyrarbæjar. Og ég segi þá fundi slitið klukkan 16:20. Takk fyrir góðan fund.